Þá komum við á Mars-leiðsögn fyrir Meyju. Þetta er opinn lestur á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takk til sín sem eigi. Dembum okkur beint í lesturinn og byrjum á því að athuga hvað Meyju ég er að tala við. Ég vil ekki alveg fá þetta svona núna. Uppákomur, leiðsögn og svo framtíð. Ok. Kæra Meyja. Þegar við skoðum aðeins aftur í tímann, ekkert mjög langt, bara svona, þú veist, nýleg fortíð, að það var eins og sér búið að svona vera byggja þig upp, rækta þig, leyfa öðrum að styðja þig, það er líka það sem ég er að sjá, og þú að styðja aðra. Það er búið að vera svona mikil samheldni hjá þér og svona þínum allra nánustu eða nánasta, hvort sem það er maki eða vinur eða einhver fjölskyldutenging. Það er allavega búin að vera eitthvað svona samheldni og uppbygging. Það er búið að vera í þessari uppbyggingu og svona hálfgerðum undirbúningi jafnvel. En það sem maður er að gera vart við sig þá í dag er núna ertu svona svolítið tilbúið til í slaginn, til í að takast á við komandi áskoranir, stíga inn í verkefni og svona já, stíga inn í kannski svolítið aðeins nýjar kröfur út fyrir þægindaramæðin, en það er þess að með þessi undirbúningur er búið að vera sem sagt að fjalla um. Þetta er það sem þú ert búið að vera undirbúið þig fyrir, hvort sem þú vissir á því þá eða ekki. Og það sem er framundan hjá þér svona komandi misseri er að þú fyrst sinn í svona þessu nýja umhverfi, nýjum áskorunum, kannski ert að skipta vinnu eða flytja eða fara í nýtt nám eða hvað sem það er. Mér finnst þess að þú sért svona stíga einhver skref fram á við og inn í nýtt umhverfi þar sem þú ert kannski ert ekki búið að festa þér eitthvað grunn, en fyrst sinn þá ertu kannski að finna fyrir pínu óöryggi, þú veist, jafnvel smá mótbyr, þú veist, ekki að það sé það endilega, en þú kannski upplifir það. Þú ert aðeins að sporna við norminu. Þú ert aðeins að rugga bátnum jafnvel. Þú ert að fara svolítið svona á móti straumnum og það er ekkert alltaf allir sáttir við svoleiðis. En þetta er svona, já, það er alveg svona, þetta er svona pínu krefjandi tími sem er framundan hjá þér, en þú ert búið að vera að undirbúa þig fyrir það. Nú, leiðsögnin þín er að muna hverjir eru þeir sem hafa verið til staðar með þér, hverjir eru búinir að styðja við þig í gegnum þetta allt saman sem að þú ert búið að vinna þig frá eða byggja þig upp með. Þú veist, hverjir eru búin að vera með þér í liði alltaf. Styddu þig áfram við þá einstaklinga og eins líka, ég meina það er líka einhverjir í kringu þig sem að þú ert búið að vera til staðar fyrir sama hvað, í gegnum súrt og sætt. Leyfðu þeim aðilum að styðja við þig líka. Þegar þau vilja það, fólki sem við elskum það vill vera til staðar fyrir okkur. Leyfðu fólki að styðja þig. Sérstaklega þegar að þú þarft að fara á móti störfnum eða þegar það er eitthvað mótbyr. Af því að þú ert búið að vera svona að búa þig undir að þetta svona eins og þú hafi verið að gera þig ready fyrir eitthvað slag. Og núna ertu að stíga inn í hringinn. Þú ert að fara á móti straumnum og já, sporna við norminu.
Af því að það sem framundan eru kaflaskil þar sem að þér býðst að stíga út í heiminn, út í framtíðina á nýjum forsendum og þínum forsendum, búið að brjóta upp þessi norm sem að voru ekki að virka fyrir þig, búið að ryðja leið á þínum forsendum fyrir þinni tilveru. En þetta alveg svona pínu, þú ert að moða svolítið gegnum mýrigana, sko. Leyfðu þeim sem elska þig að styðja þig. Og þetta getur átt við svo margt. Þetta getur verið vinnan, þetta getur verið félagslífið, fjölskyldulíf, hjónaband. Þetta getur átt við á svo mörgum stöðum. Þar sem að við erum kannski í aðstæðum þar sem að okkur líkar ekki að vera fyrir kannski gegn prinsipuna okkar, gildunum okkar, okkur líður ekki vel, eða við erum kannski í umhverfi sem að stöðugt einhvern veginn ýtt á okkur á rangan hátt og þú ert búið að vera að byggja þig upp og undirbúið þig fyrir það að taka slaginn, vaða í gegnum þetta þóðablása á móti að fara samt áfram. Leyfðu þeim sem að vilja styðja við þig að vera til staðar fyrir þig, af því að þú ert hér að opna skrefin, taka skrefin inn á nýja tíð. Þetta var nú full mikið af því góð, en ég ætla að fá svona smá auka innsýn í það. Þessi uppbygging, hún þú ert sem sagt búið að vera undirbúið og byggja þig upp eftir einhvers konar sársauka, áfall jafnvel, eða mikið óréttlæti, eitthvað sem að hefur kannski raunverulega meitt þig. Þannig að þú þurftir aukinn stuðning og það er gott að þú hafðir hann, en á sama tíma þá ertu búið að vera mikið að vinna inn á við og skoða inn á við, sem að mjög jákvætt, þú veist, og geta bæði leyft öðrum og að styðja sig á sama tíma maður vinnur svona mikið inn á við, það virkilega jákvætt. Maður þarf að gæta aðeins að því að reyna að vera alltaf svolítið hlutlaus gagnvart öðrum. Það er að segja, ekki lita annað fólk með þínum eigin tilfinningum og hugsunum og ekki taka persónulega. Velja orðin sín vel, vanda hvernig maður fer að hlutunum, en vera samt alltaf sannur sjálfur sér. Og það er svo auðvelt, sérstaklega þeim nánar sem sambandið þeim nær sem að stendur manni, þeim auðvelt að blindast gagnvart því. Þannig að hafðu það svolítið að baka eyrað, sko. Það er svo auðvelt að týna sjálfum sér þegar maður stendur svona nærri öðrum. Leyfðu þér að trúa á að það besta sé framundan, að þú getur látið drauma þína rætast, að hlutina getur raunverulega að fara á besta mögulega vel. Hafðu trú á því. Það er mjög mikilvægt. Bara halda sér trú og ekki láta deigan síga. Þú hefur allt sem þú þarft til þess að skapa þér þessa nýju framtíð. Þannig að ekki stoppa, ekki láta deigan síga. Fá hérna eitt orkutáp, maður séu svona. Það er sólin, leyfðu þínu ljósi að leiða þig. Hafðu gleðina með í för, ávallt, af því að sérstaklega þegar það verður erfitt, sérstaklega þegar maður að fara í gegnum svona strembna tíma, þá er svo mikilvægt að minna sig á gleðina og ljósið og góðu hlutina. Mundu að hlæja, mundu að grínast. Þess vegna er svo ekstra gott að hafa einhverja góða með sér, það er auðveldara að hlæja í félagsskapi annarra. Og mundu að þú ert að gera þetta til að auka hamingjuna í þínu lífi, og það er það sem skiptir máli.
En þá ætla ég að segja að þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin til sönn og rétt til þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég þakka fyrir mig og ég þakka áheyrnina.